Það eitthvað skonar rannsóknarefni hversu mikið mennta-yfirvöld hafa getað hunsað kveikjumneistan. Það hefur verið fjallað þetta, ég held reyndar hjá RÚV líka og einhvers staðar annars staðar. En það er einhver, ég veit ekki, það einhvers konar sem erfitt að finna. Og ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þetta akkeri sé eitthvað sem við eigum ekkert að vera að reyna að finna. Þú veist, það alltaf verið að tala það að við þurfum að finna hver sökudólgurinn, við þurfum að finna hvað þetta er. Við þurfum bara að höggva þennan hnút og gera okkur grein fyrir því að við erum með kerfi sem byggt aðalega á finnska kerfinu. Og þá kemur Guðmundur og segir nei, mitt kerfi byggir, nei, þitt kerfi byggir ekki á finnska kerfinu. En aftur á móti gerir kveikjumneistan það í svona langstærstum hluta. Og það Hermundur, þegar hann var meðal annars að búa þetta til, að þá var hann líka að hafa samband við Sissi Megali og aðra sem hafa komið að því að móta finnska kerfið eins og það er í dag. Og finnska kerfið fyrir þá sem ekki þekkja er það menntakerfi sem hefur svona hvaða staðið sér best. Og við getum bara yfirfært þetta nokkurn veginn yfir á Ísland og við erum búnir að vera að gera þetta. Og þegar við höfum verið að yfirfara þetta yfir á þá skóla, að þá verður þeim öllum vegna betur. Og ég held samt, ég skal vera sammálaður það að tregðan hefur nánast verið ótrúleg, en ég held samt sem áður sérstaklega út af því hversu þetta er að gerast núna, hversu miklu verð öllum gengur, að þá verður ekkert hægt að hunsa þetta, að lokum. Þó svo að ég skilji alveg og ég er jafn óþolinmóður á þig. Ég er búin að vera síðan 10 ára allavega, síðan 2015 skrifaði fyrstu skólastjóraræðina mína þessi mál öll. Og það maður hefur mætt algjöru tómlæti, algjöru logni, það er ekki eins og menn mæti mér, það er ekkert talað, það er bara 0. Þannig að það er það sem mér þykir kannski leiðilegast og verst, menn þú ekki eins og tala þetta við mig.